finna samnefnara eins og áður til að leggja brotið saman, en þetta er aðeins öðruvísi heldur en dæmin á undan að því að hérna erum við með 2 liði, pluss og mínus skipta í liði, en áður að þá vorum við bara með þætti. Eins og hér þá erum við með 3x og 6x, þannig að það dugar að lengja þetta brot með 2. Þá er samnefnarinn orðinn 6x og í þessu dæmi að þá erum við með annars vegar 8 og hins vegar 4, þannig að það er þá líka nóg að margfalda bara hitt brotið með 2 til þess að fá samnefnarann 8. En hér erum við með semst 2 liði, þannig að við þurfum að hugsa allan nefnarann sem einn þátt. Þannig ég geri sviga og þannig að fyrra brotið það er með þennan þátt hérna, x minus 1, og seinna brotið er með nefnarann x. Þannig að við þurfum að lengja fyrra brotið með x og seinna brotið með x minus 1 til þess að nefnararnir séu eins. X sinnum svíin x minus 1, það er samnefnarinn. En áður en ég geri það, þá ætla ég að lita þennan mínus hérna gulan. Þetta er svona vinsælasta klaufavillan og ég kem að henni á eftir, og ef þú ert mikið að gera svona klaufavillur, þá skaltu hafa liti í pennaveskinu og byrja bara á því að lita mínusinn á milli brotana gulan. En nú ætla ég að lengja. Ég er semst búin að ákveða að ég lengi þetta brot hérna með x-i og seinna brotið með x minus 1. Svona. Skiptir auðvitað ekki máli í hvaða röð við skrifum þættina. X sinnum x minus 1 og x minus 1 sinnum x er það sama. En ég ætla að muna að gera, ég er nefnilega að byrja hérna, þetta er dæmið, og svo reikna ég mig niður, þannig ég ætla að gera jafnaðarmerki hérna fyrir framan. Nú ætla ég að einfalda þetta, x sinni 2, það er 2x, og nefnarinn er x minus 1, og ég get í rauninni gert þetta bara samnefnt strax, nema ég ætla að halda þessum mínus gulum. Síðan kemur svíin x minus 1 sinnum 1, það verður náttúrulega bara x minus 1. Ég hef ennþá sviga utanum, því að þetta var einn þáttur, semst þessi svíi. Og nú kemur klaufavillan, og hún er svo að ef við gleymum að hafa sviga utanum x minus 1, þá fást formerkjavilla upp á striki. Því að guli mínusinn, hann hefur áhrif á allt sem er inn í sviganum. Hann hefur áhrif á x-ið og hann hefur áhrif á mínus 1. Þannig að x-ið verður mínus x og mínus 1 verður pluss 1. Þetta er klaufavillan sem að mjög margir gera. Þannig að nú get ég einfaldað 2x minus x, það er 1x, og svo kemur pluss 1, og nefnarinn er x sinnum x minus 1. Og það er ekki hægt að þátta þetta eða stytta, og ég veit það því að x-in mín er ekki í öðru veldi, þannig að þá er dæmi búið. Byrja á því að finna samnefnarann, muna að gera sviga utanum nefnarann þegar það er fleiri en ein tala og pluss eða mínus á milli. Þá hugsum við það sem eina heild, einn þátt, og passa svo þennan gula mínus á milli sem breytir formerkjunum í lokin.